Skaftalíð FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan 5. daginn, klukkan orðin 4 og eins og alla 5. daga situr hann beint á móti með Big Man on Campus, skólastrákurinn sjálfur Hjörvar Hafliðason, verður velkominn. Ja, blessaður, takk fyrir það. Hvernig ertu þennan 5. daginn? Gríðarlega góður. Er það ekki? Jú. Þú ert, ég sé það á þér, þú ert feskur. Já, ég er nokkuð feskur, já. Ég er líka ekki dissa því að við erum með veislu framöndan hér í þessum þætti. Það er létt yfir okkur í dag. Já, mjög létt, sem endranær. Sem endranær. Og já, það sem ber hæst í þættinum í dag er að hann ætlar að koma til okkar á eftir hérna Reimur Heimisson og ætlar meðal annars að henda okkur Hjöppa í popquiz. Svo erum við með flottulagkeppnina. Ég er með rosalegt lag í flottulagkeppninni og það er líka saga á bakvið mitt lag. Já, nei, það er annars að stela minni línu því að það er gríðarleg saga bakvið mitt lag. Þú sko, það er eina sem ég verða aðeins að setja út á og ég fór einmitt að hugsa og það er saga bak mitt lag. Mitt lag er með svo rosalega sögu að þegar flottulagkeppnin eru eftir þá vil ég biðja fólk sem er að keyra að stoppa og hugsa þess. Já, sko, en þú átt ekki að vinna flottulagkeppnin á einhverjum fallegum sögum í kringu lögin, sko. Já, þetta hefur svolítið svona þýðingu fyrir mig þetta lag og þú veist, ég er ekki bara að henda einhverju lofti en þetta sem kemur frá the bottom of my heart. Já, mitt kemur einmitt from the bottom of my heart líka. Og ég er með mjög góða sögu. Þetta tengist erfiðum tíma í lífið mínu, þannig að ég mun alveg opna mig með það. Já, mitt lag fjallar enn erfiðari tíma. Ok, það bara hörmulega tíma, en ég náðu að ríða upp úr því. Það er ekkert annað, ekki missa því. Flottulagkeppnin, bæði lögin tengjast hörmulegum tímum í okkar lífi. Ég sé að þú átt hérna 7. vinstarastu fréttina á divaf.is. Fullur til ama í sundlaug. Ég fer ekki mikið í sund og hvað þá fullur. Já. Var eitthvað fullur í sundi eða? Það var eitthvað gæi hérna sem var fullur ykkur stær í Hafnarfirði. Ég er hérna Ásvallalaug í Hafnarfirði. Mjög drukkinn. Mjög drukkinn? En af hverju fekk hann að fara ofan í þá? Ég veit ekki. Einu sem var bróður minn, hann var ekki búinn að smakka dropa áfengi. Hann hló bara svo mikið í sundi. Það var eitthvað Hall og Akureyri eitthvað henni. Það var hendur út úr lauginni. Þeir voru eitthvað að segja, ertu drukkinn? Og hann fór bara alltaf að hlæja þegar ég spurði það, sko. Var ekki búinn að drekka? Nei, hann var ekki búinn að drekka dropa, sko. Hann fekk ekki að vera lengur úr lauginni. Og einu sem var mér hent út á skemmtistað í Stokkólmi. Þú ekki reyna að ljúga mér það var ekki verið fullur. Ég sé það erlendis Hjöppi. Já, einmitt. En ég það, þú veist, aldrei verið búin að fá mér minna. Þú er bara eitthvað hlæjandi, sko. Það má reyndar ekkert í Svíþjóð. Það má ekkert í Svíþjóð. You have been drinking a bit too much. I'm sorry. No, this is a club, so I'm probably supposed to be drinking, right? No, this is a little bit too much. Ákveð ert að selja áfengin á skemmtistað og bara sko, mér finnst ótrúlegt að fólk flytur bara sjálfviljug til Norðurlandana. Það er ógeðslega leiðilegt. Já, það er svona, Danir eru alltaf lægi, sko. Danir eru samt, þeir eru ekkert jafn líka glat og Íslendinga halda, sko. Danir eru fínastir af þessu lið, sko. Þunglinda baunir eins og við bara. Það fer ekki til Svíþjóð eða Noregs eða eitthvað, sko. Ég og einn vin, sko, sem að þegar hann er búinn að fá sér aðeins í tanna og hann vinnur einmitt í þessum þætti hérna með okkur kíkir stundum á mig á þriðjudögum hann á mjög erfitt með að leyna þig ef hann er búinn að fá sér 2-3 og virkar oft bara mjög fullur barnastjarnan okkar og það er oftar en ekki þar sem að, og nú er ég ekki ljóð við vorum stundum eins og ég fríkað úti og svona og þá var maður búinn að taka upp yfir daginn og svo átti kannski að kíkja á eitthvað skemmtistað eitthvað og þegar við vorum mikið í Danmörku og svo vorum við byrjað að fara líka til Svíþjóðar og þá var þetta einmitt og máttur ekki fara fullurinn á staðinn og ég tók hann stundum bara svona, ok, Sefi, hvernig liður þér? Ertu ekki bara ferskur? Og ég breytti, reyndu nú að vera eðlilegur á leiðinni og það gerðist oftar en ekki að hann fekk ekki að fara inn á staðina því að hann virkaði svo ölvar. Hann var mjög erfitt með að fela ef hann er búinn að fá sér aðeins. Já, ég meina, svo er eitt hérna, maður fara að halda áfram með fólk sem flyttur á Norðurlöndin. Hefur tekið eftir ef einhver fjölmiðlamaður sem hefur kannski búið einu sinni í Svíþjóð og það kemur einhver Svíi til landsins, þá þarf hann alltaf að drífa sig að taka viðtalið og sýna öllum að hann kunni sænsku. Eins og Dolli vinnur okkar, íslenska landsliðið. Já, þetta er svo vandræðalegt. Þóra Tómasdóttir sem að reynda góða lagi mitt fjalla svolítið hún gerir þetta rosalega mikið hún var í kastljósinu það mátti bara enginn sem átti heim í Svíþjóð koma til landsins þá var hann dreginn inn í kastljósið þannig að hún getur sýnt öll og hún kynni sænsku það var svona svipað eins og ég fer alltaf að tala þýsku við einhverjum fótballtamenn sko Já, ég reyndar, ég pratar lite svenska Ja, men kan du gott svensk prata? Ja, gott och inte gott jag förstår mer Ja, du förstår mer men vad blir du allt? Vad blir du gammal? Jag är trött och tök. Ég er búinn að gleyma. Svo erum við með nýjan dagsfjörleik hér á 5. degi sem heitir 5 hlutir sem enginn segir og það er hægt að henda því inn á Twitterin hjá mér. Það verður virkilega skemmtilegt. Við erum með Hemma Gunn viðtalið. 5 hlutir sem enginn segir.
Þú veit að Harmageddon fyndin þáttur. Hættu þessu. En ég vil búa til stríð við þá. Nei, það eru toppstrákar. Við kannum vel við það. Já, mér finnst það skemmtilegt þáttur. Ellurinni. Já, Máni og Frosti eru toppnáðingar, þú veist það sjálfur. Þeir eru fín í þetta. Svo það, Hemma Gunnviðtalið, það Þórunn Antoni, hann verið með hlusta á hljóðið og það er veistla framöndan kæru. Hreimurinn. Já, Hreimurinn er þetta eftir, þannig að ekki voga ykkur að skipnistu. Það er Stefán Rihanna sem var að ljúka þetta leik. Lagið er Shine Bright Like a Diamond, en Stefán fór einmitt á kostum í sýningu Victoria's Secret í gær, þar sem að Stefán sáum að skemmta áhorfendum og öðrum. Já, mikið stuð á henni. Ég taldi það einmitt í gær, hún twittaði 27 sinnum bara á einu sólarhring. Það? Já, ekkert bara það, ég held hún hefði verið komin í glas þarna svo seinna kvöldi. Hún var ekkert að hika við það. Þetta er allt eitthvað svona, eitthvað, þú veist, fucking bitches in the house og eitthvað svona. Það var kjánalegt. Já, bara óþægilegt. Það er bara fyrir þig, svona vitleysiskap. En... Vitleysiskap, voletur hún gaman? Nei, það eru... Þú sért, ertu að followa hann á Twitter? Nei. Nei, ok, þá myndur þú skilja þetta. Þetta er allt eitthvað svona, ég skal bara finna þetta fyrir þetta. En svona aðöðru, þú hefur fullondast mjög hratt. Ég? Já, þú ert að eldast mjög hratt. Þetta er örugglega eitthvað sem enginn segir og getur komist á topp 5 þar. Ég sé búin að fullondast hratt í gegnum tíma. Þú er búin að eldast mikið á skömmum tíma þess mér. Þroskast? Já, bara eldast. Hvað þá í framan eða? Nei, bara þú ert farin að kvart undan ríhönnu og svona sko. Nei, ég kvart ekkert undan ríhönnu, ég er að kvarta yfir hvað hann twitta mikið. Ok. Því að ef fólk er að twitta 27 sinnum á einu sólarhring, þá er það bara svona spamma hjá manni vegginn. Það ítur bara unfollow dæmið sko. Ég veit það er hægt, en það var ég mjög tæpur á því í gær. En ég gaf henni séns. Það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 Blu og ég ætla að byrja að slúðurpakka dagsins á Kim Kardashian en hún er ekki enn búin að trúlofast Kanye West og ástæðan fyrir því er að hún er ekki alveg löglega skilin þessi stúlka. Hún var gift Chris Chris Humphries, körfuboltamanni í 72 daga en svo er það komið hér ljós að það er ekki allir pappirar komið til skila því að hann á eftir að skrifa undir eitthvað Chris Humphries og vill fá eitthvað $2 milljónir til þess að ganga frá þessu. Ég held ég að sé leiðilegt að vera bara giftur í 78 daga. 72 daga, segir. Já, það er ekki langt konar band. Myndi maður ekki bara hringi alla og segja sorry sem mætti í verslunum bara, þú veist, ég held að hún gríns að þetta er nú lengra þetta. Já, þetta er náttúrulega bara djók, sko, og brúðkaupi kostaði $10 milljónir. Já, blessaður, heyrðu ég hérna... En sérðu Kanye West, nú þau búin að vera saman í einhverja nokkra mánuði, þetta er ekki, ég held að séu búin að vera saman í 4 mánuði, Kim Kardashian og Kanye West. Já. Er hann ekkert eitthvað fann að hugsa herðu, hvaða vinningar ég komið með hérna? Í fyrsta lagi, sko, getur hann ekki trúlofast hérna því hún er ennþá gift eftir 72 daga hjónaband. Hún er núna skítrættum að sjá koma annað kynlífsvídeó með henni á markaðinn. Hann hlýtur að fara að hugsa sinn gang bara. Nei, þetta er náttúrulega snýst bara eitthvað að pluggmaskínan virki, sko. Þetta er kannski bara gott plugg. Heldur að þau séu saman bara upp á fjölmiðla og annað? Nei, ég get alveg trú að það sé náttúrulega stór hluti. Þetta dreifur náttúrulega mikla athygli að og þetta heldur þeim á forsíðunum. Þannig að ég held að það sé svona einhver leikþáttur, sko. Ok, það gæti verið. Vona ekki. Akkur vonar ekki? Nei, bara er ekki... Þú veit þú ástina. Serðu, þú ert búin að þroska svo mikið, segðu ég er að tala um þetta. Mér gæti ekki að vera saman. Það var alveg hreinskilin. En allavega þá geta þau ekki trúlofa sig alveg strax því að hún er ennþá gift, hún Kim Kardashian, samkvæmt papirum. Svo er það næsta slúður og það er jákvætt slúður en Lady Gaga hefur ákveðið að gefa New York borg $1 milljón eða 125 milljónir til þess að hjálpa við uppbyggingu eftir Hurricane Sandy. Og það er, ég verð nú að gefa henni props fyrir það maður, þetta er vel gert. Það splæsa bara í 125 milljónir. Hún segir hér í yfirlýsingu að New York has made her the artist that she is today. Þannig að hún vil gefa eitthvað tilbaka. Nú hljóta menn eins og Jay-Z og eitthvað svona að fara að herðu. Hvað er Lady Gaga að gefa New York? Mín borg. Ef það er einhver hræðilegu jarðskjálfti á hérna Söðokróki, hvað myndur þú setja mikið peningi í það? Ég veit ekki, allavega ekki 130 milljónir, það er nokkuð ljóst. Ég myndi svona reyna að henda í eitthvað, svona góða söfnun og setja eitthvað sjálfur, en reyna að safna eitthvað. Ég get ekki gefið það mikið sjálfur að það myndi hjálpa eitthvað virkilega til, sko. En við myndum reyna að búa til einhverja söfnun. Við myndum fá þig með mér norður og hósta. Svo ætla ég að enda slúðri hér á Harrison Ford, en hann var að segja hér í viðtali að hann er tilbúinn að leika Han Solo í næstu Star Wars mynd. Walt Disney voru að kaupa réttina Star Wars og ætla að gefa út Star Wars myndir núna á 2 ára fresti. En eini gallinn að hann er náttúrulega 70 ára gamall og það er verið að tala um að Zac Efron verði hér, skal ég eitthvað segja,
Luke Skywalker, þannig ég veit ekki hvernig á Zac Efron að vera Luke Skywalker en Harrison Ford ennþá hann solo. Hvað eru bara 50 ára á milli? Ég fatti þetta ekki alveg en ég eins og með mitt eigið slúður hérna. Ok, hendi það. Pitbull var að setja út nýtt myndband sem heitir Don't Stop the Party og það er búið að banna. Nú, ég er ekki hissa, það var svona leðilegt. Er búin að sjá það? Nei. Þetta er sem sagt vinsælasta lagið á öllum svona partí út á stöðum. Ég held að við séum ekki að spila þetta lag hérna. Nei. Brynjar Már er ekki rosa mikið verið að spila skemmtilegustu lögin. Það er alltaf að ef hann ekki spila Pitbull, þá ætla ég ekki að fara að skamma hann. En það er búið að það er svona þykir of mikil nekt í þessu myndbandi. Þetta er Don't Stop the Party og það er ennþá að sjá það á YouTube. Já, gat verið. Og algjör veisla. Klámhundur. Pitbull. Já, hann er bara töffari. Töffari? Hann vann kosningarnar fyrir Obama. Hann fekk latínofólki til að gjósa. He won the elections. Hlustum á smá Coldplay, In My Place. Þetta lag hefur ekki verið spilað í þessu þetta. Það er komið að því. Eldhúspartí FM 957 í samstarfi við Heineken og Blink. 3 fimmtudagi í nóvember á skemmtistaðnum Austur í hjarta Reykjavíkur. Fyrsta eldhúspartíð verður haldið 50dagskvöldið 8. nóvember. Þá koma fram Sigur, Sverrir Bergmann, Þórunn Antonía og Jónas Sigursson. Húsið opnar klukkan 21. Elías Fannar, Trúbator FM 957 2012, hitar upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nælt þér í borð fyrir 4 sem inniheldur glaðning frá Heineken. Taktu kvöldið frá og komdu í Eldhúspartí FM 957 á Austur. Heineken, Blink og FM 957. Það er Heineken sem gefur tóninn. Ef þú færðir myndir frá Blink, ertu alltaf með partí í vasanum. Fæst í 5 bragðtegundum í næstu verslun. Chicken Kickers og Chicken Strippers. Kjúklingabitar og strimlar úr 100% hágæða kjúklingabringum. Dominos. Þú fær Túborg jólabjórinn á English Pub Austurstræti og English Pub Hafnarfirði. English Pub í jólaskapi með Túborg. Er ekki allir sexy? 6-faldur lottobátur stendur í 60 milljónir. Lifðu þér smá lottó. FM 957 á FM 957. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóa-kropp? Nóa-kropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason með ykkur þennan 5. daginn og nóg framundan hér hjá okkur strákunum. Flottulega keppnin Reimur allar að henda fyrir okkur hér í popquiz og svo Tuðhotni á sínu stað, 5 hluti sem enginn segir, Hemma Gunnlið talið og ég veit ekki hvað og hvað. En það hins vegar komið núna að lið sem að ég er búinn að vera að vinna aðeins með hérna í þættinum. Ég er búinn að spyrja Pétur Jóhann, Sveppa. Ég er búinn að spyrja Björn Braga og það er komið að þér og þú Egill er eftir. En þetta eru 7 uppáhaldshlutirnir. Þá er ég að tala þú veist, ekki segja mamma en eitthvað svona, þetta þarf að vera mamma er ekki hlutur sko. Ég veit en þetta þurfti að segja Sveppa, hann sagði börnin sín og eitthvað svona sko. En hérna, hvað eru svona 7 uppáhaldshlutir hjá Bakka? Já, hvað sagði þú? Hjá mér? Ég sagði George Foreman grillið mitt heima, eina sem ég get notað í eldamennskunni og ég á svoleiðis, ég notaði aldrei. Nei, ekki. Nei, þú ert náttúrulega bara að vinna með pönnur og ofnin og svona. Já, 7 uppáhaldshlutirnir sko, mér langar rosalega því ég oft heyrt svona, tala við einhverju listaspírur og eitthvað svona, þá er alltaf eitthvað þessi skál hérna sem ég fekk frá ömmu minni, ég elska hana því að hún geymir svo allt eitthvað og svo er eitthvað, þessi skór frá afa mínum. Áttu skál frá ömmuðinni? Ég á ekki neitt svoleiðis. Okay. Þess vegna á ég ekkert svona, það er ekkert svona uppáhalds. Ég held að þetta sé eins óspennandi listu og verður. Ok, það verður bara afa. Það er síminn. Síminn? Það kemur ekki orð. Ég hef aldrei hitt mann á ævinni sem ég haf montina símannu sínum. Já, ég er bara þetta er svona eins og annað líffæri á mér. Þetta er svona eins og hjarta. Ef þetta er farið. Og þetta er nýjasta iPhone-inu, þegar ekki? Nei, þetta er reyndar ekki það. Þetta er Samsung. En ég þá líður mér mjög illa ef ég er ekki með hann. Já, Sveppi sagði mitt tími sinn líka. Ég bara verða við ekki hana. Það er nýja sjónvarpið mitt. Nýja sjónvarpið? Ok. Það er í miklu uppáldi á mér. Það er svona smart TV svona hluta, þannig að þú veist út með netið og getur sett eitthvað hluti í gangi í símanum og streama það yfir á. Já, sýndi mér það með daginn þegar við vorum heima þær. Þá voru að horfa á YouTube í gegnum símaðan í sjónvarpinu. Já. Ótrúlegt. Ótrúlegt, gríðarlega skemmtilegt. Já.
Herðu, já, upp á stundinu mínu. Ég veist ég með svo lélegt hné. Já. Ég var að kaupa nýja skó. Nú, eitthvað sem afhengja þér. Nei, þetta var hlaupaskó, eitthvað heita svona Nike Free. Ok. Þeir eru svona, þú veist, þeir eru svona 2 grömm eða eitthvað. Já, svona mjög léttir. Já, þeir eru að gera góða hlutur í hnéð á mér. Ok. Þannig að ég verða... Komin að fullt í ræktina aftur. Komin að fullt í ræktina aftur, sko. Já. Herri, ég ætla að velja KitchenAid blandara minn. Ok. Sem rauður í stíl við margt heima á mér. Það ert að vinna með rautt heima? Ég að vinna með svolítið rautt heima, sko. Já. Af því að það litur ástríðunar. Og ég mjög ástríðufullur maður. Já. Herðu, svo ætla ég að segja tannbusti minn. Af því ég hef þá reglu áður en fyrir að sofa. Þá tannbusta ég mig alltaf. Já, en minna, það ekki uppáhalds hluti. Ég skipt tannbust á 2 mánaða fresti, þannig að hann ekki það miklu uppáhaldi hjá mér. Ertu með eitthvað svona gullsýtti rafmagnsbusta eða eitthvað svolítið? Nei, ég kaup alltaf saman tannbustan. Já, ok. Alltaf sami liturinn svona? Nei, ég flippa svolítið með litina, sko. Já, ok. Tannbustin, þetta var skellulegt, en ok. Gæði þetta. Herru, maður eyðir 8-10 tímum á dag og ég verð bara að Sófinn? Það er rúmið. Það er rúmið. Það verður bara að vera. Gott góða stundir þar. Já, þetta er nýtt. Nýtt rúm. Og fer gríðarlega vel með mig. Já. Og ég elskar... Er þetta king size eða queen size? Þetta er ekki nema 1,60 breytt. 1,60, ok. Já, ég vil ekki hafa of breytt. Nei. Þannig að Svona kúrudýr. Ég kúrudýr. Við förum kannski betur út í það á eftir, ef við ekki fara að tala um... Jú, konar sem vinna við að kúra, ræðan það betur eftir. Og kannski uppbóðsluturum minn skambissa sem ég geymi á náttborðinu. Sem að mér líður bara betur að hafa þegar ég sef og geta varið heimilið mitt fyrir árásum. Þú ert með leyfi fyrir henni, ekki? Jú, þannig að það er svona kannski sá hlutur sem ég þykki hvað vænst af því að vitandi af byssunni hliðina á mér. Þetta væri mjög eðlilegt svar að við verðum í bandarískum útvarpsþætti, kannski standur í New York. Já, ég veit að það er ekkert margir sem sofa með skambissu hliðina á sér. En mér líður bara einhvern veginn betur að vera með byssuna hliðina á mér. Já. Og ef einhver ætlar að fara að brjótast inn eða eitthvað, þá er ég bara klár. Hefurðu þurft að nota hana? Nei, ég hef þurft að vísa fólki frá, til dæmis eða vill ekki fara, Og partíinu þín og svona? Ég segjum að sé ykkur læti á efri hæðinu og eitthvað þannig og ég segi, væri til að lækka þess í ykkur. Og þau bara lækka kannski hálfa mínútu og fara svo aftur og setja partíi í gang. Þá mæti ég alltaf með byssuna svo strax svo eftir. Kannski hálfa mínútu setna og byrju, hvað ætla ekki að lækka það? Og beini þá bara byssunni að fólki. Og yfirleitt þá virkar það alveg rosalega vel. Ok, þannig að þetta er svona upp á hluturinn. Þetta á blenderinn. Þetta og síminn og sjónvarpið og blenderinn og skópnir og tannbustin og rúmið. Glæsilegt. Þetta voru 7 uppáhaldslitir hans Hjöbba. Styttist hér í hreim. En gerum þetta í gang. Þetta lag? Já. Hef ég ekki heyrt á þér í þetta? Ég spilaði einu sinni. En að segja með þess að núna. Nú sett ég ekki inn sjálfur. Það var bara þetta. Og ég var ekki að fara að taka út. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Y'all so hard, motherfuckers wanna find me. To the throne, don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch in my home. Know how many hot bitches I own. Don't let me get in my zone. 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 The stars is in the building, they hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? Þetta er Jay-Z og Kanye West hér með lagið Paris. Auðvitað og Hjörvar með ykkur hér til 6 í dag og já, við Hjörvar vorum að lesa í frétt sem við sáum á Veraldarvefnum og hér stendur
Já, fyrirsögnin vinnur við að kúra. Jackie Samuel starfar sem kúrari, sögð verri en vændiskona. Jackie Samuel hún liggur hérna upp í sófa, voða kósí hjá henni. Jackie Samuel 29 ára bandarískona sem hefur valið sér heldur óvenjulegan starfsferil. Hún nefnilega líklega eini atvinnu kúrarinn í heiminum. Og það nóg að gera hjá henni, svo mikið að suma dagar hún að vinna sér inn $260 með kúri og líklega kúrir hún hjá 30 karlmönnum á viku. Það þó ekkert kynferðislegt við starf hennar, enda býður hún eingöngu upp á hlýju og kúr. En margir hafa að kalla hana vændiskonu og eru ósátti við þetta framlag hennar. Já, sko getur kúr verið eitthvað, þú veist, sem að ekki á milli einhvers fólk sem saman, eða? Það ég fór strax að hugsa. Hvernig útskýrir þú kúr? Nú ert þú svona þekktur svona í þessum öllu. Hvernig útskýrir þú hérna kúr? Þekktur í þessu öllu? Já, bara, þú veist, kúr og öllu þessu ersta. Hvernig útskýrir þú svona kúr? Ég hlýt að útskýra það bara eins og allir aðrir. Bara þú liggur og heldur utan eitthvað, eða ekki? Það ekki svona það sem er oftast í gangi þegar fólk að kúra? Ég spyr þig. Já. Ég spyr þig. Nei, ég ekki mikill kúrari. Ertu ekki góð kúrari? Já, ágætur held ég, en ég ekkert mikill kúrari. En ég myndi aldrei borga, $60 eða $60 til þess að kúra með einhverju ókunnurri konu. Nei. Það nokkuð ljóst. En kannski ef þið líður illa og þá þarftu að láta einhvern halda utan á þig. Já, fæ ég bara mömmu mín í það. Ertu að fara að kúra með mömmu? Nei, hún bara tekur utan með mér líður illa. Ég ekkert að fara að hringi Jackie Samuel og beða hann að kíkja á mig, sko. En þið langar kannski að liggja upp í rúmi og láta halda utan á þig? Já, það þarf þá að vera eitthvað sem og kannski gráta smá. Já, á ég þá að ringja bara í einhver ókunna á konu í New York. Hún segir engum. Þannig að þér finnst þetta sniðugt? Já, mér finnst þetta sniðugt, já. Það líður rosalega illa. Það ekkert sem bannar þess að þjónustu á Íslandi. Þú getur verið góður kúrar, svona bángsalegur og þægilegur. Þægilegt að liggja við hliðina þér. Ég skal ef þið langar í tíðan að gráta vel og liggja upp í rúmi og þunnur til dæmis. Því ég alltaf edrú á laugardagskvöldum og vakna alltaf á sunnudögum ferskur. Þannig að ef þið vantar í tíðan eftir hádeginu og alveg grátandi eitthvað þannig, þá get ég alveg mætt þarna upp í og legið höfð. En finnst þér eitthvað kynferðislegt við það að kúra, Hjörvar? Nei, það finnst mér ekki. Nei, þannig að þið finnst allt til að kúra með öðrum kallmanni? Kúra með öðrum kallmanni, ég veit það ekki, sko, alveg stela. Nei, eiginlega ekki samt, sko. Nei, en samt ekki kynferðislegt? Nei, það ekki kynferðislegt, það eitthvað samt viðbjóðslegt við það að við varum að kúra. Það ekki það? Þú liggja saman bara... En þú þér alltaf konan í því sambandi, þú ert svo miklu minni og 1,70 eitthvað og miklu léttari. Já, þú ert alltaf með brjóstinn. Já, en þú myndir liggja þá bara svona á þeim. Já, ég er samt án alls gríns, þá heldur þessi ekkert að því að kúra hjá þér. Nei. Þú ert svona, ég heldur þessi mjög þægilegur í kúri. Já. Góð lyktaðar og ferskur bara. Ég myndi ekki vilja kúra hjá þér að því að þú rakar allan líkamann, þannig að það er alveg harður, allir svona, þú veist, með svona... Þannig að svona skeggbrotar bara... Já, svona skeggbrotar, alveg vont að vera onni í þér. Já, ég held að sé allt til að kúra hjá mig. Já, hefur heyrt þú sett góðu kúra? Hvar á ég að heyrta? Hver segir það í óspurðum fréttum? Bara svona eitthvað bara, veit ég, það er svo gott að kúra hjá þér. Nei, ef að kærasta mín eða fyrirhandi kærasta mín að tala eitthvað sem ég ger í rúminu, þá vona ég ekki að sé að hrósa mig fyrir kúr. Það er eitthvað annað. Áhver ekki? Já, þú er svo góður að kúra. Hver segir svona? Það er fullt af fólki. Hefur þú heyrt þetta? Já. Hefur þú ekkert smá góður að kúra? Já. Nei. Jú. Nei. Jú. Þú lígur þessu. Nei, ég er að segja það. Að bara einhver stelpa sagt við mikið óbúslega eftir góður að kúra? Já. Ok, good shit. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magasín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai.
Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborð á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og útaborða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Ingvar Eysteins á FM 957 á laugardagum í vetur og heppnin gæti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Nú hefur Landsbankinn tekið upp nýtt öryggiskerfi í netbanka einstaklinga. Breytingin felur í sér aukið öryggi, einfaldara aðgengi og auðkennislykillinn verður óþarfur. Næsta kynslóð í netöryggi. Landsbankinn. Ég heiti Agnes Fríða Gunnlaugsdóttir og ég vil vita. Verum skynsum. Klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samninginn. Já, Ísland. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það er hárið eftir Jóa þeir að hlusta hér á FM 95 Blö og við Hjörvar erum konum með góðan gesti í stúdíóið. Það er hann Reimur Heimisson, verður velkominn. Ekkur. Það er rétt rúmlega það. Það var 15 ára á toppnum. 15 ára á toppnum. Það er ekki rétt hjá mig, var ekki 97 þegar að lagið kom hana alveg eins og þú. Var það 1997? 97? Já, ég man eftir því, þá var ég á Söðakróki. Sumar er 97 og já, það er eitt eftirminnilegasta gig sem ég nokkuð tímann tekið var á Kaffi Króki gamla. Á Söðakróki? Já, þegar Vöðvarsdalur var nýfarið í spilun. Já. Og við vorum bókaður á Kaffi Krók. Sveimi það ef ég var ekki á þessu balli, nýkom með bílpróf. Gæti verið, sko. Það voru ekki margir, það voru svona 40 manns og við spilum Vöðvarsdalur 8 sinnum. Það var ætla Bara alltaf við vorum farin í eitthvað annar lag það bara Vöðvarsdalur Já, þú veist, við erum allt annað Við erum alltaf vorum beðnir að byrja að spila mjög snemma til að spila fólkið inn. Já, ok. Sem var Which was the style at the time eins og við segja, sko. Það er líka bara þannig á Söðakróki. Það eru svo margir úti á röltinu og vappinu og þeir heyra góða tónlist þegar okkur kíkju ekki á ball. Jú. Mikið mannlíf þarna í bænum. Já. En það er besti staður Íslands. Þetta er, sko, nafli alheimsins hef ég alltaf sagt sé Kolsvöllur. Sauðárkrókur kemur þar á eftir. Já. Í mínar. Hvað er besta lag sem þú sungið? Svona frumsamið? Besta lag sem ég sungið frumsamið eftir mig þá. Já, svona þitt uppáhalslag. Mitt uppáhalslag? Það er reyndar, já, það er bara lífið er yndislegt. Já, lífið er yndislegt, það er nú ekki hægt að fólki því. Hvað er uppáhaldsreimslagið þitt? Það er Vöðvarsdalur, nei, ég verða að segja lífið er yndislegt þann, sko. Og svo hvað heitir áttur Róle, Von mín er sú. Það er þetta mjög flott lag líka. Von mín er sú, já, það var virkilega vel hefna lag. Biggi Maus á textana því og samti textan land og sinni. Samtum meikið okkar, við vorum náttúrulega konum með samning við Warner Brothers og alveg svakalega samning. Hvað ákveður gerðist ekki? $350,000 fyrir eina plötu, ekki döðsinn. Og það er til plata sem heitir Happy Endings sem við gáum út 2002. Málið það í 11. september 2001. Þá var ég staddur á Lækjabrekku að kveðja strákana og leiðin út á flugvöll þegar það ringdi mér frá stúdíónu. Nei? Jú, Addi ringdi, smeltur inn í stúdíó og þú ert ekki að fara til Bandaríkjanna, kallið minn. Það er ég fór niður í stúdíó og leið og ég lapp inn, seinni í velin, í gegnum eitt törnin og það var bara, ok, þannig að það fór það. En ég er eitthvað ánægð með að þú segir okkur hér, $350,000 fyrir blöðuna. Já, það var sérstu budgeti sem ég fengið, þú veist, það var bara sænið, sko. Já, ok. Og dollarinn, hvað, 110 kall á þessum tíma. Þetta var blessing in disguise, Reimur. Þú væri skilin í dag og var ykkur tómu vesinni og... Ég nefnilega, það er svo margir sem að... Svona lendir smuklu vesinni. Já, þetta er, þú veist, það að landa samning er náttúrulega bara, þú veist, 1 skref af 100, sko. Já, það er ekki ekki. Líka við Warner, sko. Já, þetta var svolítið stórt, sko. Alveg þetta með. Hvað, já, ég var búinn að heyra, ætli ekki, það, sko, Sálin átti að heita Beaten Bishops og þau átti að heita Shootin' Blanks, eða ekki? Jú, sem að, sko, pældi hvað það hefur verið rifnir í taklur að gagnrýnendum úti. Já, ef að platan hefði floppað. Já, ef einhverjum hefði ekki fundið eitthvað skemmtilegt, það var bara Shootin' Blanks. Shootin' Blanks. Það er bara að vera í gagnrýnin, sko. Þetta mann pubguskallinn, sko. Já. En til hann ekki með nýju plötuna. Takk fyrir það. Og ég held hér á gripnum Reimur eftir langa bið. Já. Heitir platan. Já. Og ég verð að byrja, þú ert alveg svo Björn Jörundur hérna framan á stæðinu. Svona vel skeggjaður og... Látt ekki svona. Í alvöru tala. Ja, finnst þér ekki til í? Er ég eins og 400-inn á þessari mynd? Sko, náttúrulega, Reimur er mjög, sko, blessed with his looks. Hann er mjög unglegur í útliti. Myndalög maður. Mig grunar hann sé að taka þetta skegg á þetta til að vera aðeins eldri. Já, ertu að reyna að fá svona... Já, sko, bæði og. Þetta er rauninni, það er ekkert mjög langt sen ég gat safnað alveg heilli yfirför. Og ég mátti þola mikla stríðni frá höndum
meðlum með lands og svona í gennum árin að ég gæti ekki látið mig vaksa yfirvaraskegg. Já, svona svo Hjöppi. Já, svo bara datt þetta kikkaði inn og nú finnst mér mjög gaman að vera með skegg og það nú kannski pínu með ráðum gert að svona reyna að vera aðeins kannski eldri. Taka svona aðeins poppara lúkið. Já, menna. En hvernig plata er þetta popplata? Þetta bara létt svona easy listening plata. Ok. Það rosalega mikið live. Þetta meira og minna allt spilað live inn. Þetta var tekið upp í Danmörku árið 2006. Ok. Og svo undir Eyjafjöllunum bara núna. Þess vegna heitir þetta kannski eftir langa bið. Já, ég byrjaði að vinna í þessari plötu 2004, sko. Ok, 8 ár bara. Ég bara búin að vera skítrættur við að klára þetta. En gripurinn komin og hjartalega til að hafa mikið með hann. Takk fyrir það. Ég með útgáfatónleika 22. nóvember í Austurbæ. 22. nóvember í Austurbæ? Já, þetta komið á miða.is og gaman og það kostar ekki um 1500 kall inn, ég ætla bara að hafa ódýrt. Reyna að fylla staðinn og hafa gaman. Ekki spurning, hvetjum alla til þess að tjekka á því. Við ætlum að fara hérna í eitt lag og fá svo Reim til þess að henda okkur Hjöppa í vinsælan lið hjá Reim þessar dagana sem heitir Pop Quiz. Kemist að því. Fáum fyrst smá Retro Stefson. Glow, hann sýttir ennþá hjá okkur, hann Reimur, vinnur okkar og ætlar að henda í smá popquiz hér fyrir okkur Hjöppa. Reimur kannski elskot, það er búið mikil umræðum einelti á Íslandi nú undan. Og við náttúrulega stöndum allar á sama stað þar gegn því. Þú heitir náttúrulega nafni sem hefði verið draumur fyrir mig að vera með í skóla, kannski svona 10-11 ára, 12 ára. Hvaða brandara var verið að henda í mann sem heitir Reimur? Já sko, hvað ólstu upp? Í Kópavoginum. Já. Ég fikk mikið sauðun. Sveitin, kallið minn. Ekkert vesen. Var ekkert verið að bögga þig? Nei, alveg kennararnir. Sérstaklega bara framhaldsskólastíðinu. Reimur! Heitir þú Reimur? Hérna dönsku kennara minn hérna í FSU. Ég náttúrulega sagði, nei, heitir Skúli. Og hún kallaði mig Skúla allavega, sko, sem var æðislegt. Svo kom lokaprófin og það náttúrulega er þau formert, sko. Og hún lappaði með Reimur til mín, þú veist bara. Þú búinn að kalla það Skúli alltaf? Já, nei, þetta var hérna, var aldrei neitt vissum. Aldrei neitt vissum? Ég held ég hafa aldrei heyrt það nátt fyrir hérna... Nei, ég hef gert þetta. Reimur. Svolítið svona spesaði leiti. Við vorum nú lengi vel bara 2. Svo var hljómsveit vinsæl og það var alltaf nú spruttur þetta nokkrir. Já. Já, ég var enda mjög stoltur. Hafður þú kallað þið Accent í Bandaríkjunum? Nei, það var alltaf Flash. Pældi því. Áttur að kalla það Flash? Nei, það var ekkert ég sem gerði það var allir sem gerði það. Vegna þess að ég var bara ekkert nema bungurinn og eyrun, skilurðu, bara næpu hvítur og alltaf með bleach blonde hair, sko. Ok. Og ég var bara Flash Gordon, sko, bara láfið. Það hefði skelfilegt nafn. Já, þetta var, ég var að segja ykkur þetta. Svo reynda var búið að breyta því í Ray. Það var enginn sem gæti sagt Reimur. Nei, það er bara ekki nokkuð leið, sko. Sverrir Bergman átti að heita Sean Bergman. Sean. Rándýrt nafn. Við köllum hann oft Sean félagarnir þegar við fáum okkur í tanna. En ætlar að hendi smá popquiz fyrir okkur? Ekkert mál. Ok, við Hjörvar vorum að keppa. Magni var með smá keppni fyrir okkur daginn. Ég tók Hjöppa þar. Þannig að hann á harma að hefna hér. Ok. Herru, það er bara svo sem er undan að kalla lagið. Sko, ég er ekki með gítar en ég er með síma minn. Já, þú spilar á síman. Heyrist þetta? Já, heyrist vel. Ok. Hvaða lag er þetta hérna? Hvað heitir það? Smells Like a Teen Spirit, ekki? Nei, þetta er Nirvana með hérna... Nevermind. Come As You Are. 1-0 fyrir blöð. Ég hlustaði ekki á þetta. Það gerir þetta í síman. Já, þetta er þetta magnað. Ok, Come As You Are, 1-0 fyrir Ötta. Ef ég myndi beinþýða nafn á til dæmis Dolly Parton, þá væri það kind varahlutur á. Það gæti verið það, skilur. Dolly Parton. Dolly er náttúrulega fræg kind. Og hérna, það er eftir að segja. En ef ég myndi segja við ykkur að ég er að leita að einum frægasta söngvara mannkynssögunar. Og þetta er fornafn og þetta er eftirnafn. Og Rúnar F. kendi með hennan. Þetta er eitthvað aðkurerist. Og ég myndi segja að þessi maður heitir Stöng Stöppulist. Stöng Stöppulist. Hver er þessi maður? Nei. Stöng Stöppulist. Hver er Stöng Stöppulist? Paul Sting? Nei, ekki. Það er ekki Paul. Ég get sagt ykkur það. En það er gott innlegg í þetta. Stöng Stöppulist. Stöppulist? Já. Stöppulist, hvað kæft það? Hann lítur þú á End og Art. Já, góður. Stöppulist. Paul Shepard?
Nei, það verður stöng fjárhyrðir. Stepplist. Sko, nú þið þurfa að greina þetta. Stöppulist. Stöppulist. List, það er art. Já, art. Já, ok. Stöppu, art. Já, stappa, mús, Stapp. Já, nei. Er það ekki að komast að steppart? Nei. En ef ég myndi segja að stöngin er rod. Rod Stewart. Anskotin sjálfum, maður. Yeah. Hjöppi búin að jafna þetta. Fyrstur upp í 3. Fyrstur upp í 3? Já. Ok. Nú ætla ég að lesa, ég er ekki með neitt fyrir frá mig. Ég ætla að fara með fyrir ykkur texta. Ok. Og mér langar að vita hvað heitir hljómsveitin sem flutti þetta lag. Ok. Virkilega frægt in the 90s. Ok. Og ég ætla að lesa þetta eins og Reiði þjóðurinn hefði gert það í Indiana Jones myndinu sem að greip hann medalíun og svo brendist hún inn í hendur hann. Let me show you what I'm used to, já. Ok, eru þið tilbúinir í þetta? Já. I call you up in the middle of the night. Já. Brainman 2000. Like a firefly without the light. Don't let me go. Nei, nú, þetta er alveg langt. I call you up in the middle of the night. Like a firefly without the light. Call you up in the middle of the night. No, you were there like a slow touch burning. I could use a key that could use a little turning. So tight that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't beat. One more promise so many secrets I couldn't keep. It seems no one can... Hvað? Hvernig viðlæði? Þetta er Runaway Train. Já. Blöð komum 2. Hvað heitir hljómsveitin? Já, það er ekki næst. Ég spurði hvað heitir hljómsveitin? Þetta er Runaway Train. Call you up in the middle of the night. Hún heitir Lemon eitthvað? Nei. Yellow Lemon? Nei. Ég hlýt að fá stig fyrir lagið. Ok. 2-1. Kom engin hljómsveit, 1-1. Ok, ef að taka annað, svona One Hit Wonder dæmi. Hvað heitir þetta lag? Hvað heitir þetta lag? Hvað heitir þetta lag sem ég er að fara að gera núna? Ok. I'm sitting here in a boring room. Just another rainy sunny afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to lose. Hanging Lemon around. Tree. Já. Ok, 2-1. 2-1. Ægilega, 3-1. Ok, betur, hvað á ég komið næst? Ég með þetta. Trivial Pursuit spurning. Alveg legendary spurning sem ég spurði einhvern tímann. Hvaða ár myrti Courtney Love Kurt Cobain? 93. Nei, 1994. Rétt! 3-1. Ég þakka fyrir þetta, Reymur. Takk hjalla fyrir komuna. Og þú ert að spila á dönsku í kvöld, ekki? Sá ég. Herðu, ég er að spila á dönsku krán í kvöld með Vika Kára. Magni Veikur. Ég ætla að hlaupa í skara fyrir kallinn. Tjekkið endilega á því. Hvenær eru svo útgáfatónleikarnir? Útgáfatónleikarnir mínir eru 22. nóvember. Já. Og upplýsingar á miði.is, ekki? Jú. Á útgáfatónleikunum, þá spilar þú náttúrulega öll þessu lög hérna. Að sjálfsögðu. Við erum að fara að spila núna þegar þú ert hér. Já, það er lag eftir mig. Ok. Þegar þú ert hér, eða? Já, sami, you're around. Nei, sami 2003, Steppi Hilmarsson á texta. Ok, tjekkum á því. Reymur, alltaf gaman að fá þig heimsókn. Takk hjalla. Takk hjalla fyrir okkur. Hér rétt handa á hotnið er flottulaga keppnin og já, það eru báðir með einhverja sögur sem tengjast lögunum, þannig að ekki missa því. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Lottobótur sem segir 6. Lottobóturinn er 6-faldur og stefnir í 60 milljónir. Gleymðu þér smá lottó. FM 95 blöð. Á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Auðvitað og Hjörvar með ykkur hér á þessum 50 degi. Reymur farinn, þökkum honum kjalla fyrir komuna. Virkilega skemmtilegur drengur þarna ferð. Já, og hérna með nýjan disk eftir langa bið heitir Gribburinn. Já, að gera tekka á því en það er komið að vikulegum dagskvöli hérna hjá okkur Hjöppa sem heitir flottulega keppnin. Ég minkaði munin í síðustu viku, þú varst komin 3 sigurum yfir. Já, ég er bara 2 núna. Já, bara 2 og ég verð illa svikinn ef ég minkaði ekki 1 í dag því ég er með rosalegt lag. Ok. Þetta er eitt af mínum uppáls. Ok. Viðurkenna. Ég á reynda mikið af uppálslögum en þetta finnst mér geggjalag og hjálpaði mér rosalega í gegnum erfiða tíma í mínu lífi. Þannig að hvað okkur hlærið að því? Ok.
Já, þetta bara svona, það alltaf gott vesen í lífinu hjá mann að eiga svona gott lag til að hlusta á. Okay. En þú búin að velja lag, eða ekki? Ég líka búin að velja, já. Og hvor okkar byrjaði síðast? Ég byrjaði síðast. Þú vissum það? Já, ég alveg potið. Ok, herru, þá ætla ég að setja hér á lag sem að, já eins og ég sagði, eitt af mínum uppáhalds og ég trú ekki öðru en að fíli flesti sem að hlusta hana þátt, trú ekki öðru en að fíli ekki flestir þetta lag og það já, með Linkin Park og manni sem heitir Jay-Z og heitir Encore og þetta bara verður ekkert mikið flótara. Skulum tjekka hans á þessu. Like Jordan, it ain't the 45, it ain't play games with you. Ain't with you. Herðu, ég má vist ekki spila þetta lengur, því ég byrst afsökun á því hlustundur, Hjört er að lækka í mér. Stoppa þetta og ekki hafa þetta undir. Þetta er ekki undir. Þetta tröfla, jú, ég heyri þetta. Þetta lag minnir mig rosalega á þegar allir vinir mínu voru að byrja í háskóla nema ég. Já. Sem sagt, allir konur hérna suður og konur í háskóla Reykjavíkur, í eitthvað tölvunám og eitthvað. Og ég gæti ekki haldið áfram í skóla því að ég var með bíl á 100% láni sem hét Hyundai Coupe. Gæti ekki losa mig við hann. En þetta lag hjálpaði mér rosalega á leiðin í vinnun og svona mótnana þegar ég var upp á mitt þungasta, þeir allir í skólanum bara og eitthvað. Þá var þetta svona lag sem að En ekki hafa þetta undir. Kept me strong. Þetta er ekkert undir. Ég heyri það. Ok, þetta var mitt lag. Ég er svolítið gaman að segja frá því. Ég er nefnilega pælt oft í því sko hvar þessi lúðar væru sem er að hlusta á Linkin Park og Limp Bizkit og þeir hafa greinilega að vera út á Jay-Z er svo svalur í þessu lagi. Þeir hafa verið greinilega út á landi. Ég velti þessu oft fyrir mér hvaða vinsældina kæmu. Ég get lofað að 90% af hlustundum okkar dýrka Jay-Z. Hann er bara maðurinn, hann verður að gefa hann það. Hann er eitrað töffari, sko. Var hann söngan í hérna Hard Knocks Live-lagið. Herru, hvað ert þú með? Verðst ekki að rakka, þú ert ekki til að rakka mitt lag. Ég hérna er með lag alveg sko eins og svo oft áður, alveg frá hjartanum. Málið er það, ég verð átt var við það að úlingar, þegar ég áttu til að dýrka einhvern svona sem er sko mjög fjarlægur. Mikið af stelpum í dag sem láta sig dreyma ungum stelpum sem láta sig dreyma Justin Bieber. En þær vita það að þær verða aldrei með Justin Bieber. Nei. Og ég hef alltaf verið það svona skynsamari, ég hef aldrei verið eitthvað hrifinn af einhver svona fólki sem er mjög fjarlægt. Okay. Og þú veist svona, meðan að þú varst ekki alveg að missa yfir Pamela Anderson, þá vissi ég alveg að Pamela Anderson væri bara ekki raunhafur sjálf. Heldur að ég held að ég verið að fara að deyta hana? Hvað er þetta að reykja eitthvað? Hvaða lag er þetta með? En málið það að það birtist myndband árið 1997 sem að breytti þessu. Varst þú 17 ára gamall? Það er 17 ára gamall og var alveg drullur hrifinn af konu sem kom með lag. Okay. Hún heitir Natalie Imbruglia og lagið heitir Torn og ég hérna pældi mikið í þessu. Þú þurftir ekkert að segja hvað lagið heitir þegar þú sagðir hvað flytjandinn er. Hún átti síðan einhver fleiri monster hittir af, náttúrulega búin að vera henni í Neighbours rétt áður. En sko sama ár og hún kemur fram með þetta lag, þá byrjar íslenski lúkalækin hennar að vinna með mér. Sem Þóra Tómasdóttir hérna sem var í Kastljósinu, við vorum að vinna hérna á Kópavogshvelli. Og það voru þú veist, hún var nákvæmlega eins og hún. Varstu á skotinu henni? Já, en vandamálið var það var engin GSM-símar, það var ekkert Facebook, það var engin leið. Þú varst ekki að vinna með henni, kannski ekki tala bara við hana? Jó, en sko, við myndum segja líka að það hafi verið 1/biljón. Þannig að hún var þá svona að vinna á skuggabarnum, það var allt í öllu hérna á Íslandi, sko. Já, ok, þú bara slá grasi. Ég kalla... Það minnir okkur báða erfiða tíma, lögin okkar. Þetta minnir á skemmtilega tíma svona eftir á hyggja, en bara minnir svona fólk á það voru ekki alltaf til símar og Facebook og svona. Ok, við setjum þetta lag á. Þetta er eitt besta lag allra tíma. Lagið heitir Torn. Þú færð 1:50 eins og ég. Skal alveg gefa þér það, þetta er gott lag. En það á ekki séns í mitt. Besta sem einn maður hefur gert við fólk sem er að keyra í bíl og... Þú heittar ég myndi lækka í mínu, það er líka geggja lag. Það verður bara að gilda sömu reglur hérna. Ég meina, hugsaður allar þær glæsilegu konur sem hafa verið að keyra í bílnu núna og þú lækkaðir einmitt þegar það voru að syngja með þegar þú lést mér lækka í hinu laginu líka og þær fíluðu það alveg vel, ég get alveg loðað því. Heldur að konur fílu ekki Encore með Linkin Park og Jay-Z. Herru, við skulum opna fyrir síman, það er 511-0957 og það eru sömu reglur. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa flottulega keppni. Látið nú atkvæðin rignin elskuta mínu. Já, má ég heyri ykkur. Byrjum á þessum hér. Hvort lagið finnst þér betra? Það er Torn, allan tíman. Takk kærlega fyrir það. Fallegt lag. Takk kærlega fyrir þetta, vinnur. Já, hann er búinn að skella á. 1-0 fyrir Hjöppa. Hvort lagið finnst þér betra? Klálega Jay-Z. Já, Jay-Z, þarna, kom eitt grjótarður. Það er Limp Bizkit. Þetta er Jay-Z og Limp Bizkit. Já, upprúða útgæðin af Jay-Z er miklu betri heldur. Já, það er þetta geðveikt lag. Herru, takk fyrir að hringja. Takk. Ok, can I get an encore? Do you want more? Hvað segir þú, kæri hlustandi? Viltu meira?
Hjöppi Kátt. Nei, hættu þessu. Takk kærlega fyrir þetta, elsku kallinn minn. Takk kærlega fyrir þetta. Það mál. Þú hlustar þessu. Takk. Fílar ekki hitlagið eða? Jú, það er mjög gott, sko. Okay. En Torn er bara í different class. Takk kærlega. Þetta er algjör annað. Þetta er allt annað klassi. Þú ert ekki að velja þetta bara því þú fílar Hjöppa meira en mig? Nei. Bara lagið. Takk kærlega fyrir þetta. Það var fótboltaskoðunum að Hjöppa, sko, en hann á lagið. Ok, ég var bara að tjekka. 2-1, takk fyrir Ríkja. Það er mikil keppni í gangi þér til að jafna hvort lagið fannst þér betra? Þess leður þú mér segja, ég er mikil Jay-Z maður, þá er það King Hjöppi K. Takk kærlega fyrir þetta, 3-1, takk fyrir þetta. En sko þetta er ekki keppni Hjöppi K. Nei, hættu að slaka á þig minn. Mér langar að velja bæði lögin, sko. Já, takk kærlega fyrir þetta, og hann fer alltaf í svo miklu vörl og fyrir að ráðast á fólk. Takk fyrir þetta, kallið minn. Takk fyrir að ringja. Hvað er ekki ráðast á fólk? Ekki vera ráðast á hlustendur. Hann sagði King Hjöppi K, við erum að spyrja bara hvort lagið er betra. Ekki ráðast á hlustendur. Hvað segir þú, kæri hlustandi? Það er allan tíma Torn. Takk kærlega fyrir það. Ég er afskaplega stoltur af þessu lagi. Hvernig get ég orðið svona? Þetta er æðislegt lag. Ég er alveg saman. Þetta er alveg fínt lag, ekki Jóna. Þetta er æðislegt lag. Takk kærlega fyrir þetta aðstæði. Það er ok, takk fyrir að ringja. Ég var enda 4-1 í síðustu viku líka. Þannig að never say never eins og Justin Bieber vinnur á Sjeppa segir. Hvað segir þú, kæri hlustandi? Mér ekki væntu þig. Ekki verið að segja fólk áður að kýsa og þykir vænt það. Mér þykir vænt alla mína hlustendur Já, þú veist að ég oft sagt mér hvort mér í glas eða ekki. Takk æðislega fyrir að hringja, út frábær. Mér finnst þetta batnalegt. Ég vil bara að fólk leifi betra lagur að vinna. Já, það er þannig. FM 95 Blöð, hvað segir þú gott? Ég segi gott, ég meina sturlaða staðreynd. Skjaldbökur að geta anda með raskatinu. Það er hárið eftir þér. Já, en Hjöppi tala með raskatinu. Ok, en betra lagið. Allan daginn er það auðum blandar. Anna þekkið þig 4-3, ég er on a comeback trail aftur, takk kærlega fyrir þetta. Herri, ég er komin inn í þetta Hjöppi. Þessar ljótu hótanleika fáum hérna FM 95 Blöð, hvort lagið finnst þér betra? Torn. Það var laglega, takk kærlega fyrir þetta. Það var lítið betra lag. Finnst þetta ekki frábært lag? Jú, ég elska þetta lag. Og hún er yndisleg. Já, þeir eru öll yndisleg. Ég er virkilega þakkláttur, takk kærlega fyrir. Það var lítið. Takk fyrir að hlusta. Bye. Trúis ekki maður. Veistu það? Ég er ekki að djóka í samt Hjöppi núna og ég er tapsar núna. Ég veit það. Þetta geður til tölunum. Ég kom þegar ég var á leiðinni í vinnunni og ég fattaði þetta lag. Ég bara shit, Jay-Z og Linkin Park með Encore, alveg rétt maður. Get in, ég trúi ekki myndi tapa. Þá var ég heima að hlusta Best of 1997. Já, þú ert alltaf með eitthvað 90s. Tökum þetta gamla góða. Hvað hefðið þú kosið? Hvað hefðið þú kosið? Erðu að sjálfsögðu Number Core. Já, takk maður. Hvað hefðið þú kosið? Halló, maður sjá, hvað hefðið þú kosið? Ég teki Jay-Z. Já, takk aðeinslega. Jæja, ég átti síðustu 2. Enn eitt sigurinn. Enn eitt sigurinn í þessu lífi. Tappaðir popkössinu. Já, það var engin velnað þar. Sem ætti vel heima í flottulega-keppninni Muse með Madness hér í FM 95. Ég glemti vist óskaði til hamingju með sigurinn áðan Hjöppi, til hamingju með. Mér finnst þú svona að vera full kappsamur. Nei, ég er búinn að róa mig. Já, ég er bara, mér finnst mitt lag svo ógeðslega gott. Já, þú stendur rosalega vel í þessu eins og öllu öðru en þú bara tappaði fyrir Torn, Natalie Imbruglia. Ég veit það, ég veit hvað lag varst með. Það er hins vegar komið núna nýju lið sem ég ætla að reyna að vera með á mánudögum og fimmtudögum þar sem við fáum hlustendur með okkur í lið inn á Twitternum hjá mér og liðurinn heitir eitthvað sem enginn segir. Og er það þá hlutir eins og djúvellir Jóhanna Sigurðardóttir sexy eða hvað? Eitthvað sem enginn segir? Já, þú veist hvað? Nei, bara þú ætti að segja, þú ætti að setja bara eitthvað inn á Twitterinn sem að þú heldur að enginn segir. Já, eins og ég var að segja. Já, skulum byrja hér, það komin margir góðir og þakka ég öllu fyrir sem að tóku þátt í þessu. Við ætlum að byrja hérna á Alexander Einarsinni sem að hafa mikið fótboltatengd en ekki að lesa það. Nei, það er oft þreytt. Ég er engum fótbolta nú. Mér samt fyndi hérna sem Alexander Einar setti. Herðu, Luis Suárez fekk víti, eitthvað sem enginn segir. Svo kemur hérna Sindri Freyr, Gangnam Style er ekki spilað nóg oft, eitthvað sem enginn segir. Daniel Geir Moritz, ég held að Erpur væri eldri, eitthvað sem enginn segir. Svo kemur, þetta er eiginlega mitt uppáhalds hérna. Hlynur D. Stefánsson. Takk fyrir að senda mér þetta invite í Farmville, eitthvað sem enginn segir. Svo kemur hérna Hólmar með skemmtilegt, djöfull eru krakkadir í vinstri grænum alltaf hressir og skemmtilegir, eitthvað sem enginn segir.
Rúnólfur Þórhallsson, djöðli dáning góður. Eitthvað sem enginn segir. Svo hérna, sem að má bara ekkert lesa upp hérna, sko. Já, ég reynda mjög ánægður með hennan hérna. Djöðli Pitbull góður tónlistarmaður. Eitthvað sem enginn segir. Við ættum að fara í helgaferð til Keflavíkur. Ég er bara að lesa þetta, hvað menn segja. Svo þetta er rosa mikið fótbolta sem er ekki skemmtilegt. Hérna kemur, já, Viktor Örn kemur, 3 bjór, nei takk, eitthvað sem enginn segir. Magnús Böðvarsson, Maggi King Maggi Böð. Váka mig langar að flytja á Kópasker, eitthvað sem enginn segir. Ég er nú ekki sammála þar, Kópasker er topp staður. Kristín Geir, þetta er gott líka. Gellur í matinn, eitthvað sem enginn segir. Svo fær þú hérna 1 hrós frá King Reyni. Hjörvar Hafliðarsson veit ekkert fótbolta, eitthvað sem enginn segir. Svo kemur hérna, Liverpool tekur titilinn í ár. Svo kemur annað gott hérna frambó, djöfull langar mig í snjóþvegnar úti að gallabuxur, eitthvað sem enginn segir. Otto Valur, váka mig hlakka til að borga reikningana, eitthvað sem enginn segir. Þetta er mikið verið að skjóta hérna á Liverpool og Man U. Djöfull eru Man U áttándur hóværir, eitthvað sem enginn segir. Hérna kemur annað KO á því, vildi óska þess að Pitbull væri spilaðar oftar í útvarpinu, eitthvað sem enginn segir. Og já, við förum að klára þetta hérna á síðustu, meðan þetta líka mjög skemmtilegt. Hvað Hjörpi er góður söngvari, eitthvað sem enginn segir. Já, það er hérna verið að nota þennan dálkaðins í að skjóta á mig hérna, því ég var að vinna þetta rétt á hann. Nei, alls ekki, þetta er bara eitthvað sem er búið að koma í dag. Hérna er Hannes trommari í buffinu, djöfull saknaði hringekjunnar, eitthvað sem enginn segir. Og Víglundur Þórsson, ég elska að lesa Toppi Marinós, eitthvað sem enginn segir. Ég var eitthvað að lesa hana bara núna, var það ekki eitthvað í einhverju átæki? Ég ætla að enda þetta þessu sem ég var mjög ánægður með og það kemur hérna frá Halldóri Harðarsinni, við skulum enda á því. FM 95 Blö er ömurlegur þáttur, eitthvað sem enginn segir. Fyrir mér í örstuð skilaboð og höldum þess áfram. Við erum með Hemma Gunn-viðtalið, Þórunn Antonía þar. Það er komið að því. Eldhúspartí FM 957 í samstarfi við Heineken og Blink. 3 fimmtudagi í nóvember á skemmtistaðnum Austur í hjarta Reykjavíkur. Fyrsta eldhúspartíð verður haldið 50-dagskvöldið 8. nóvember. Þá koma fram Sigur, Sverrir Bergmann, Þórunn Antonía og Jónas Sigursson. Húsið opnar klukkan 21. Elías Fannar, trúbator FM 957 2012, hitar upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nælt þér í borð fyrir 4 sem inniheldur glaðning frá Heineken. Taktu kvöldið frá og komdu í eldhúspartí FM 957 á Austur. Heineken, Blink og FM 957. Það er Heineken sem gefur tóninn. Ef þú færðir middur frá Blink, ertu alltaf með partí í vasanum. Fæst í 5 bragðtegundum í næstu verslun. Spilaðu þína uppáhaldstónlist á hverjum degi fyrir aðeins 55 krónur á dag. Tónlist.is FM 95 Blö á FM 957. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. 95 Blö hér á FM 957 og það er komið að lið sem að, já, er nú ekki vikulega hjá okkur en dettustundininn og það er Hemma Gunn-viðtalið hérna. Já, sem við tökum viðtalið eins og við síðum sjálfur kóngurinn. Já, það er sem að við erum náttúrulega ígjum þetta svolítið, sko. Já, hann hlægir alltaf og hérna ég hef svolítið verið að æfa nýjan hlátur. Já, ok. Þú vilt að við verðum ennþá hressari núna heldur en við vorum í síðustu viku? Ég vil að við séum ógeðslega hressir. Já, bara eins og við séum á einhverju eða eitthvað. Já, þú veist, eins og bara lífið sé bara æðislegt. Já, sem það er. Sem það er. Já. Og við hlægjum öllu sem hún segir og bara, það verður bara brjálaður hlátur. Já, og bara er ekki gaman hjá hún. Við ætlum semst að hringja í Þórunn Antoníu, hún er að syngja í eldhúspartí FM 957 í kvöld og nóg að gerast í henni, hún var ekki út plötu og eitthvað það er ímislegt. Og ég heyra hláturinn aðeins að hún byrjar? Sem ég ætla að hendi í? Já. Ég ætla að vinna með nokkra held ég. Ok. Ég ætla ekki að hika við að taka. Þetta er æðislegt. Þessi. Og það sem að líka Hemmi gerur oft, að hann er oft hlæjandi en talar samt að meðan hann er hlæjandi. Þannig að hann má alveg vinna með það, þú mátt alveg spurja hlæjandi. Ok, þetta er tilbúinn. Já, hringdu í Þórunnu. Já. Hvað er þetta að hæfa þér? Það er reyna.
Halló? Þórunn Antonía. Herði, já. Komdu sæl og blessu, Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina á mér situr Hjörvar Hafliðason. Komið þið sælur og Blöndal, hvað segir þið? Herðu, þú ert að spila á eldhúspartíinu í kvöld. Þú kannt vel við í eldhúsinu eða ekki? Ég er akkurat í eldhúsinu núna. Alltaf í eldhúsinu. Þvílík tilviljun. Já, þvílík tilviljun. Hvað er verið að gera? Fullir í vinnunni eða? Erum við fullir? Hvað er þetta að gera í eldhúsinu núna? Skera epli eða? Nei, ég var reyndar að borða epli áðan, en núna er ég að setja í tölvuna mínu og vera að taka upp demo af nýju lagi. Ok. Æðislegt, en Þórunn, yfir í annað, þú ert að spila hann í kvöld, þú ert að spila á Airways, verið að spila og syngja alla daga? Já, það er svona þegar maður vinnur sem tónlistarmaður, það er spilamaður nokkuð sinnum. Segðu. Nú ert að gefa út plötu, en þið farið kannski að hlýða bara eins og bilaðri plötu? Þið eru svona miklu brandrakallar, það er bara, þið reytið á okkur sem eru brandrakallar. Þú ert hérna búin að slá í gegn náttúrulega undanföllum árum og hérna unni með mikið af okkar fyndnustu mönnum. Segðu okkur hversu ruglaður er Björn Bragi? Björn Bragi er náttúrulega bara, þú veist, American Psycho. Þetta er svo gaman að heyra. Hann er með einhverja beinagrindir inn í skápið sér, það er alveg pottþétt. Svo varstu líka að reika mikið hjá Steinda, það hefur nú verið gaman. Hvað er að ykkur í alvöru? Er Steindi af ruglaður í alvörunni og hann kemur svona fyrir í þessum þætti? Góð spurning. Er kolruglaður. Hvað er að ruglaðsta sem þú og Steindi hafi gert? Það er þegar ég þurfti að hugsanlega þykjast sofa hjá honum í hérna einum húsakristu. Og svo líka því ég þurfti að stjórna höndunum á pappa í kynningsinni í síðustu seríu. Þú varst að sofa hjá pappi, Spesa, ég man eftir því. Það var ekki ég að sofa hjá honum, en ég þurfti hins vegar að hljóðsetja tíuna sem var að sofa hjá honum. Hann gaf ekki frá sinni en hljóð. Þetta er æðislegt, en fyrst við erum nú með á línunni, Þórunn, innilega til hamingju með blötuna. Takk fyrir það. Hún er æðisleg. Það er ekki bara að fara að tekka inn í meðsökk. Nei, hún er æðisleg. Takk fyrir. Og meira áttar, þetta lítur að vera rosalega gaman að fá svona grip í hendurnar. Herðu, það er náttúrulega bara einstök tilfinning. Ég trúi því, ástin mín. Já. Já, ég er að spila eldhúspartí þessum 9:50 í kvöld, klukkan 11, þannig ég hvet sem flest til að mæta og ef þið eru svona góð í skapi, endilega að koma. Ekki spurning, við verðum þar. Taktu með nýjapurinn. Herðu, ég ger það. Þessi var öflur. Hvort er þetta að elda á eldavél að gasi? Ég elda alltaf á gasi. Farðu varlega með gasin, Þórunn. Æðislegt að heyri þér. Mundu skrúa fyrir gasi. Bye. Bye. Já, þetta var Þórunn Antonía í Hemmagunn viðtalinn okkar og hún var hress. Ég heldur að verðum fullir, en það var ekki, má maður ekki vera lífsglaða lengur. Ég meina, hefur Hemmagunn eitthvað engar rétt að vera hress? Það ætla ég rétt að vona ekki. Eldhúspartí FM 957 í kvöld. Það er frábært line-up. Sverrir Bergmann þarna líka, Þórunn Antonía og fleiri góðir. Við erum að tekka á því. En ég ætla að spyrja þig, Hjöppi, áttu eitthvað svona Facebook-status sem þú séð eftir? Sem ég séð eftir? Já, hefur eitthvað maður sett inn status á Facebook, þú hugsað svo með þér, ég get ekki haft hann? Ekki sem ég mun eftir, ég set mjög sjaldan status inn. Já, ég er enda við ekki næða, maður setur mun færri Facebook-status eftir að maður byrja á Twitter. Ef það er eitthvað svona tilgangslega sem ég þarf að henda inn, bara eitthvað sem ég eins og daginn og hendi á Twitter, hvað mér finnst heilkveiti hot góð, ég myndi ekki neina að hafa það sem Facebook-status. Nei, ég held líka sko málega það að kannski Facebook-status að þeir drepast ofta þegar það kemur einhver með einhver svona glórulaust komment undir sko. Já, og eyðileggur að stundum. Já, þannig að það er bara alveg gott að sleppa þeim. Það er ömulegt og búin að hnoða í góðan status og kemur einhver svona vinnustæðagrínar og eyðileggur hann með einhverju leiðind á kommenti. Já. Það hefur dottið inn að ég hef 1 kommenti hjá mér. Já. Ég hygg ekki við það, því ég vill ekki að eyðileggja umræðarnir sem getur komið á statusinn. En borðarðu heilkveitihot, talandi um það? Já. Ógeðslega gott. Já. Ég elska þetta. Hvað er það að setja á þetta? Ég sker þetta í tvennt, set svo hérna svona sveppa, smurost og skingu.
og borða sko hálft og hálft með ískaldri kókumjólk. Mér finnst allt brauð með banana gott sko. Já, ristabrauð með bönunum er náttúrulega besta sem ég fæ. Ristað, þetta er ekki bara venjulegt sko. Já, bara hvítt. Prófa að rista það er veisla sko. Það er orðið ángríns, það er hrikalega gott. Svo líka náttúrulega bara ristabrauð með smjör og osti er líka bara gamli góða draumurinn. Þetta er framandi matagerð sem þú tala um hérna. Já, sem ég er með hana heima með mér. Já, ég hík ekki við að leika með ristabrauði. En ég tala um að ástæðan fyrir ég myndist á Facebook-status er að ég var að lesa eitt frá Bubba Mortens sem að mér er stæðislegur. Bubba Mortens er með hérna. Það gleður mig rosalega að fara í búðir með ástinni minni. Mér er alveg sama hvernig búðir þetta eru. Einu sinni þótti með þetta afskaplega leiðilegt og forðaðast það sem heitan eldinn. Maturubúðið þótti með vestar, ekki lengur, broskall eða blikkall. Með ástinni minni er þetta ævintýraferðir án gríns. Er þetta ævintýraferðir bara að fara í bónus eða eitthvað? Helviti, er hann komin á einhvern góðan stað í lífinu þegar þetta er einhvern... Þegar það að fara út í maturubúð með konuðinni er orðin ævintýraferð, þá er hann ákvæmst á bestastæði heimi eða fallin, sko. Ég fer ekkert út í bónus bara með einhverjum og bara í ævintýraferð. Hann er rosalega lífsglaður þessa dagana grunna. Létt yfir hún að staðana. Já, ég var að spæja að láta þig lesa þetta sem Bubbi, svo myndi ég það að þú ert einn versta eftirherma sem til eins. Taktu sem á Bubba fyrir okkur. Bara rosalega, nei, en hérna, ætlum við einhverjum fleiri góða Facebook-status að það? Nei, mér finnst þessi svona skemmtilega aftur, sko. Hemmi Gunn var meitin þetta líka, hitti 2 unga konur í dag sem verða gestir mín á næstu sunnudögum á bylginu og heitlaðist gjörsamlega á jákvæðinir og hugur ekki bjartsýni og krafti. Já, við hefum fullt af svona frábæri fólki ef við lítum í kringum okkur. Láti kuldan ekki fara illa í ykkur. Hann er sennilega svona like-kóngurinn, hann Hemmi. Hemmi er aldrei undir 40 lækum að það, sko. 40? Aldrei undir, sko, 200 lækum. Já, hann er alltaf með eitthvað uppbyggjandi og gott. Já, jákvæður. Já, mjög jákvæður og veit alveg hvað hann segir. Já, en sko, þú veist, hefur einhvern tíðan verið eitthvað nált í að koma einhver þína skoðanir að þinn, stjórnmál eða eitthvað? Nei, ég læta alveg þessi. En þú? Einhvern tíman astnaðist ég til að gera, ég var nýkomin inn á Facebook, þá vissi ég ekki hvernig það virkaði. Já. Og ég held bara að allir, sko, vinir mínir væri raun og veru svona einhverju vinir mínir, þannig föttuðu grínið með, sko. Ok. Og hérna, og þá endaði ég með að fá alveg bara eitthvað töð frá Hvað status það? Þetta er einhver þjóðfundur eða eitthvað þannig, sko. Og það var einhver sem var kannski eitthvað vel yfir kjörþyngd sem var eitthvað að ávarpa eitthvað og ég held að... Skjóta það eitthvað? Ég var eitthvað að skjóta það í einhverju gríni, sko. Held náttúrulega að þetta væri bara einhver svona félagar að neina á þessu. Þetta er það sem ég er alltaf að reyna að segja þér. Þú ert að vanda það sem þú segir. Bendur að vanda þetta, þú verður að pæla þess í þessu. Förum við í Örstuð skilabóð, svo er það sturlaða staðreyndir. Já, það er rétt, við eigum þær eftir. Það er búið að vera það mikið að gera hjá okkur strákunum. Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborð á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og útaborða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Yngva Eysteins á FM 957 á laugardögum í vetur og heppnin geti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Þú færð skjóta og góða hjálparaþjónustu hjá N1. Rendu við hjá okkur þegar þér hentar. N1, meira í leiðinni í allan vetur. Spennandi nýjung í Krónunni. Krónu kjúklingalasagna tilbúið til upphitunar á aðeins 1098 krónu kílóið. Bjóðum einnig upp á okkar klassíska krónulasagna á sama verði. Krónan fyrst og fremst ódýr. 60 milljónir, hvernig má það vera? 6-faldur lottobátur stefnir í 60 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Pop TV er ný sjónvarpsstöð sem fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. Sjóð heitir Þættir, frumsýndir á Pop TV. Íslenski listinn, Sjáðu, Game TV og heitustu tónlistamyndböndin allan daginn. Pop TV er ný og fersk sjónvarpsstöð sem fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Bara, hvað á maður að segja þú opnar? Bara hæ. Nei. Hæ. Verður að koma með eitthvað FM 957, FM 95 Blöð. Já, maður er að hendi eitthvað svona. Það er bara sem útvarpsmenn gera og þetta var mjög gott í þér, hörur. Ég var ánægður með þess að opna þér. Það er hins vegar komið að sturluðum staðreyndum hér í FM 95 Blöð. Já, býttu, sturla staðreyndir núna eru einhverjur að hugsa í bílnum. Það er bara búið sem ekki að gera hjá okkur strákunum, við höfum ekki komist í það. Herðu, frjósemiskíðjan í Skaftahlíð. Hver er það? Það er semst Breki Logason, Andri Ólafsson. Hún, Sigríður, konans, Teits Þorkels og Sigrún Ósk. Íslandi í dag. Þau hafa öll von á barni. Já, nóg að gera hjá þeim. Óskaði þeim öllum til hamingju. En það er eins og að koma að sturluðum staðreyndum og ég ætla að byrja hér á fyrstu. Lengsta trúlofun allra tíma varði í 67 ár. Sturluð staðreynd. Þú veist að það var eitt af þessu kjaftaðum.
Lengsta trúlun. Ámar, já. Hvað hérna var hún lengið segir trúlun? 67 ár, áður ekkert. Ok. Svolítið gott. Svo næsta, Hugh Hefner misti sveindóminn 22 ára. Sem að mínum að þetta sturlu staðrind. Og hefur ekki hætt síðan, held ég. Nei, þetta hérna... Þannig ef það einhver að núti 22 ára og farnir að stressa sig, þá hefur nú ansi lifnað yfir sig á sumum. Enda, þú veit ekki að stressa eða þú sétt að missa sveindóminn 22 ára. Næsta, Saint Nicholas, eða a.k.a. Santa Claus, grafinn á Írlandi. Ég veit ekki með þetta. Nei, ég vissi þetta ekki. Trúr, Sumo, þessi fannst mér mjög skemmtileg. Sumo-kappar innbyrða 20.000 kaloríur á dag. Það rosalegt. Meðal maður að innbyrða 2.000. Hvað að éta? Hvað annan? Þetta ekkert smá mikið. 22.000 kaloríur? Ja, 20.000. Þannig að við innbyrðum 2.000. Eða svona, þú ert kannski 2.5, ég er 2. Okay. Svo næsta. Karlkyns heilinn að meðaltali 10% stærri en kvenkyns heilinn, en 4 af 5 hæstu greindaðastölum í heiminum eiga konur. Okay. Þannig að það greinlega ekki nóg með stóran heila. Nei, það yfirleitt stóra minna sem gemist í stóra heilanum endur minni heilanum, sko. Já, gæti verið. Þannig að þetta ekkert skot á konur. Það bara hefnar. Það bara ekkert gott að vera, það að tala að líka höfuðstórt fólk sé heimst. Heimskur jafnir höfuðstóri, það ekki bara eitthvað svona grín sem þú kastar á ég veit ekki, það bara getur vel verið að sé eitthvað til í því, sko. Það er eitthvað sem mjög höfuðstór. Já, ég hef alveg séð menn sem er rosalega stóran haus. Ég er reyndar rosalega lélugur að sjá eitthvað svona útlitseinkenni af fólki svona eitthvað bingo. Já, sérstaklega... Egil er rosalega öflugur í því. Hann sér það eftir svona 3 sekúndur ef einhver með óeðlilega lítinn háls, sérstaklega förðulega eyru eða eitthvað svona, sko. Hann líka all about the looks. Við viljum bara kynnast fólk. Ég vil bara hlusta. Já, ég líka. Pétur Jóhann enda með mjög stóran haus. Ég komst að hann var að fá lánaðan hatt hjá mér daginn fyrir eitthvað, hann var að fara í eitthvað þemapartí. Og þetta var eitthvað grímupartí og hann kom sem auðvitað blöð og hann fekk hattur á mér og að passaði eða engin hattur minn á hann og meira þess að sumir sem alltaf stóra á mig, þannig að Pétur með mjög stóran haus. Svo næsta, Coolio gaf út matreiðslubók á sínum tíma sem heit Cooking with Coolio og í bókinu voru kaflar eins og Salad Eating Bitches og Appetizers for That Ass. Hann með mikla ástríðu fyrir eldur svona. Lægin að setna Gangster Paradise, þá sagði hann hérna What's going on in the kitchen? Já, hann eitthvað skotir í eldhúsinu. Þú eignast 5 nýja vini á hverju, á 7 ára, nei. Jú, þú eignast 5 nýja vini á 7 ára fresti. Að meðaltali. Hvað ertu búin að eignast 5 nýja vini á síðustu 7 árin til dæmis? Getur þú bakkað þessa staðrendu? Já, á bíla. Já, svona, já. 7 árum, það þá 2005. Já. Ég er einn við þekktust ekki til það. Náður í góðan vinn þar. Tjúvillig var ég heppinn þar. Já, það var lottó fyrir því. Svo það næsta, þetta fannst með, þetta er eiginlega bara fyndið en samt störtu starinn. Það var kona sem hringdi í 911 í Bandaríkjunum því að McNuggets voru búnir á McDonald's staðanum sem var inn á. Og hún var kærð fyrir það. Ég hefði verið til að vera á þessum stað þegar þetta datt inn. Ringja, það er með þess að 112 er í kvöld á stöð 2, minn á þann þátt, 112. Þannig að ef það er einhver statur á Burger King eða Metro eitthvað og það er ekki til Nuggets, þá erum að gera hendi gott síntal. Næsta, því minna sem þú sefur, því meira borðar þú daginn eftir. Já. Sturlu starrend. Þetta tengist vist eitthvað. Svo ég 85% fólk segir stróka út allt SMS-ið sitt og byrja upp á nýtt ef þið vita ekki hvernig þau að stafa næsta orð. Mér finnst ástæðan fyrir ég las þetta því að þetta á við mig. Ég tek, ef ég til dæmis hendin á Twitter, ég er svona misgóður í stafsendingu, að þá breyti ég oft bara tíðinni á orðinu, þannig að ég geti komið í fyrir, skiluru, svo ég lendi pottþétt ekki í vesinni. Og hvað er það sem er erfitt í stafsningunni? Er það bara 1N eða 2N? Já, 1N og 2N stundum að bögga mig, sko, það er samt ég, veist... Venjulegt og Upsilon? Nei, ég er ágættur í því. Svo kemur hér síðasta. Fólk sem pissar undir fram eftir aldri er líklegra til að eiga við áfengisvandamál í framtíðinni. Ég sá þetta daginn að það þarf að vera að selja bleiur fyrir fólk allt, sko, upp á öllum aldri, sko. Já, það er til fullorðinsbleiur. Ég hef oft hugsað að þegar ég fer á þjóðhátíð að henda mig bara eina svoleiðis. Og bara láta vaða? Já, skipta svo bara á hótel. Nei, hvað heldur þessi ekki? Nei, hefur þú verið að pæla í það? Nei, ég hef ekki verið að pæla í það. Ég hef verið með fullorðinsbleiu á þjóðhátíð. Það væri samt, sko, öllu kanni slepptu það, þá væri það ágætt. Já, nei, ég held ekki. Leiðilegast sem hún gerir á þjóðhátíð er að rölta niður dalinn og henda þar á hana kamar þarna sem er svo skelfileg lykt inn í. Það er svona mesta turn-offi finnst mér við þjóðhátíð. Það er að fara á klósetti. Þannig að þú væri með eitthvað gutt sitt bleiu, þá verður þetta ekki ágjur aðeins. Just let it go, eins og hef ég vinnu minn í Dumb and Dumber. En heldur einhvern verður til svona rúm, þar sem hún getur svona ítt einhver smá skilrúmi frá og pissað, sko,
svona klósett inn í rúminu, skilur hvað við? Já, þannig að þú sturtir niður líka? Já, það þyrfti að vera eitthvað flushing system líka, sko. Það potið hægt, sko, að gera. Það er rosalega pirrandi að vera alveg að sofna og þurfa að pissa eða vakna út af því. Og heldur að sé þægilega þá að henda þér á hliðin og míga í rúmið? Ef það er eitthvað skálarna, skilur ekkert hvað er að tala um? Jó, ég veit hvað er að tala um, en mér finnst bara ekkert... Það er fullt mikil tækni, eða? Já, mér finnst ekkert mál að henda mig fram og pissa, ég sofna strax aftur. En þá spyr ég Hjörvar Hafliðason, hvað það sem var kjaftaði? Var eitthvað sem stakki? Nei, þú veist, ég veit að Hugh Hefner er pottið rétt, sko. Já. Við erum með Hugh Hefner, lengstu trúlóðuna, St. Nicholas, sumo-kappar, kvenkinsheilins og karlkinsheilin, Coolio, vinina á 7 ára fresti, kona sem hringdi 911, því minna sem hún sefur, borðar daginn eftir. Já, ég ætla að segja bara því minna sem hún sefur. Nei, það er kjaftaði. Fólk sem pissar undir fram eftir aldrei er ekkert endilega líklega til að vera alkohólistar. Ok, það er skemmtilegt hjá þér. Bjóð þá til. Ákvað komar á vart. Fór illa með þarna. Við ætlum að fá hér næsta lag. Það er eitt klassískt föstudagslag með Tjöflið og Svessmenn og mikið beðum orkalag. Þetta er Titanium. Svessa Bergmann sem er einmitt að spila á Eldhúspartí FM 957 í kvöld. Herri, ég fór að kíti hann yfir á strákana í Reykjavík síðdegis sinna hliðina. Já. Þeir eru á bylgjunni. Já. Það var bara eins og ykkur hefði dáið hann inni. Ég bara vissi ekki hvað það var að frétta. Ekki FM-partí? Nei, það var ekki FM-partí hann inni, en svo leiti ég á sjónvarpið, þá voru hérna Liverpool að tapa. Nú, já, þeir eru pólvarar. Þeir eru glerharðir, sko. Já, þeir eru glerharðir pólvarar. Er Liverpool undir í Rússlandi? Já. Já, herðu, sem minnir á það, ég á næstum að gleyma þið. Ertu tilbúin með dagskrárnar fyrir okkur uppi? Það er Hringtorg sem býður upp á dagskrárnar, tjekkum á þessu. Sæktum bláa kortið á hringtorg.is og náði Hringtorgs-appið í símann. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendið þér. Og það er Hjörvar Hafliðason sem ætlar að segja ykkur frá dagskrárnar í kvöld. Já, og Stöðvar Sport núna er Liverpool að spila móti Ansi, leikurinn hófst klukkan 5 og nú er nýbúið að blása til hálfleiks og Ansi er 1-0 yfir. Það skoruðu markið á lokasekúndum fyrir hálfleiks. Nú klukkan 8 þá er það Gylfi Sigurðsson og félagar í Tottenham sem mæta Maribor. En það var fastlega búist við því að Gylfi byrji leikinn. Ok, þá nú gaman að horfa það. Það gerir þetta ennþá meira spennandi. Nú á Stöð 2 í kvöld. Á ég var með svona rödd eða? Ég veit ekki. Það var The Big Bang Theory, 20:07. Ég hef aldrei komist inn í það. Nei, en korter í 8 er mjög skemmtilegur þáttur. Modern Family. Já, frábæris. Það er nefnilega fínir þættir. Ég er nýbyrjaður. Já, þá ættu þú hótt inn í veislu. Ég er búin að sjá svona 4 þætti. Það eru allir verið góðir. Modern Family, 30 Rock og Parks and Recreation finnst mér allt snildar grínþættir. Ok. 20:10. Neyðarlínan. 112. 112. Sigrún vinkon okkar. 20:09. Person of Interest. Sem ég veit ekkert hvað er. Revolution klukkan 25:09. Revolution? Svo eru svona svo er Breaking Bad klukkan 11. Horfur á það eða? Já, það er veisla. Svo er Pressa klukkan 10:00 miðnætti. Ég horfur alltaf á það. Já, það eru góð þættir. Ég er þetta búin að missa síðustu 10. Já, það sem er að gerast í Pressu núna er að hérna, þetta er að breytast í fullt mikið svona að drama þátt. Ó. Sem sagt Lára sem er að vinna hérna á blaðinu, pappin er að deyja, dóttirinn er að... Ekki segja mér á mikið, ég ætla að horfa á þetta. Já, ok. Ekki sáttu við þættina? Jó, ég er rosa hrifinn af þessu þáttum, en ég er bara svona, þetta er svona ekki nógu mikið svona spenna eins og var. Ok, ég veit að segja þessu. Svo er eitthvað bara hérna fram eftir 8, sko. Já, hvernig er 50-skvöldið hjá Chubby K? Er það læra, eða partí, endalaust partí? Það er partí alltaf dag hjá mér. Eldhúspartíð? Þar verður mættu með þitt borð og flösku? Bara mitt crew. Og mættu með það, FM crewið mitt. Já. Mætti þarna ég og Heiðar Östmann og Rikki G og allir sem kallar. Já. Já, það er náttúrulega bara, hvað þið verður undirlagt undir það? Já, bara veistla. En þú? Ég er að fara að skvassa á eittir. Ok. Og svo ætla ég að henda bara í bíó. Vel gert. Já, en við þökkum kærlega fyrir hlustununa í dag. Við erum aðeins eftir að fara hér í lagi á leiðinni heim. Við Egill Einarsson verðum mættir hér á morgun klukkan 4, 2 harðir. Og við fáum rosa gest, það er Ronny Koeman, hérna kraftliftinga, fitness, hvað er hann? Hann er semst vaktaræktarmaður. Vaktaræktartröll. Já. Ég er betri. Lightweight, hann á þetta allt. Já, sagði vera hérna eins og besti í sögunni. Já, hann er unnið herra Olympia 7 sinnum með 8 sinnum með eitthvað. Egill er töluvert spenntar en ég fyrir þessu viðtalið, en ég hlakka eins og það til að sjá hana. Þú voru aldrei sér svona skrimsli áður. Nei, ég hlakka til að sjá hana. Svakalega. Já, þetta er eins og að hitta vörubíl með hendur, eða ekki? Svo myndi pæli í einu, sko. Hann er 50 eða eitthvað álíka, sko. Hann er samt svo hryggalur. Lítur vel út, kallinn. Já, ég myndi nú kannski ekki segja hann lítur neitt vel út. Það eru þín orð. Þetta er ekki lúk sem þú ert að sækjast eftir. Ekki ennþá. Þú ert pumping
Fighting the Iron. Þannig að ekki missa af 2 hörðum eða 3 hörðum á morgun, það verður veisla. En ég ætla að enda hér á laginu á leiðinni heim og þetta er geggjalag sem á einhvern ótrúlegan hátt náði ekki að vinna flotulagakeppnina. En einhvað síður topplag á 5. degi fyrir fólk sem er á leiðinni heim og er í stuði. Hjöppi, takk kærlega fyrir daginn. Takk fyrir mig. Við sjáumst eftir viku. Mættur á hamborgarafabrikuna. Eðal hreindýraborgari af héraði, blandaður aprikósum og gráðaosti með sultuðu kanilrauðkáli og eplasalati til hliðar. Rúdolf hringir inn jólin. Hamborgarafabrikan. Vertu velkomin. Nú hefur Landsbankinn tekið upp nýtt öryggiskerfi í netbanka einstaklinga. Breytingin felur í sér aukið öryggi, einfaldara aðgengi og auðkennislykillinn verður óþarfur. Næsta kynslóð í netöryggi. Landsbankinn. Stuffed cheesy bread fylltir hálfmánar með gómsætri fyllingu. Upplagt sem meðlæti eða sem snarl í hádeginu. Dominos.